Nei, ég held að ég hafi nú fullan skilning á því að fólk þurfa að selja til þess að bara reka bú og geta haldið áfram með ræktun og ég held að sé meira atriði að halda bestu merunum á landinu. Aðeins áhyggjuefni. Eins og með kveik og núna síðast draupni. Maður er svona aðeins meikur við þetta. Þetta er alltaf 2 hestar og alltaf margir aðrir frábærar hestar að fara á landi. En þessi 2 kannski með svolítið svona kveiku með einstakt töltupplag og mýkt. Maður er bara aldrei séð svona ganglag, svona flinkan hest og tölti, alltaf óvenjulegur. Og svo held ég að sé eftirsjá í draupni að mörgu leyti. Hann er víst mjög geðgóður. Herðamikill og glæsilegur hestur og svona alvöru allega gengur hestur með hreint og gott skeið. Og svo liturinn, þetta er leiljós hestur sem við eigum ekkert marga frábæra fyrstuhjólna leiljós hesta, þannig að það væri ekki verra að geta haldið einhverjum af þessum stórköllum á landinu. Það er mjög mikið að góðum hrossum að fara, en ef við hugsum að það er auðvitað mjög mikið að græðistum að fara og mér finnst kannski að þeir hafa flesti fengið góða notkun af þessum svona sem flokkast af öllum undir að vera bestu hestarnir. Ég held að þeir hafa allir fengið nógu mikla notkun þannig að við erum ekkert að svelta markaðinn hér, en ég held að það sé kannski alltaf lægi að við hugsum aðeins út í þetta vel. Hvort við þurfum bara hugsa út í hvernig við ætlum að hafa þetta og hvað við erum tilbúin í. Auðvitað er vont fyrir okkur að missa öll bestu hrossin út, en auðvitað snýst þetta líka peninga fyrir fólk. Ég skil alveg að fólk sé að láta hestana sína. Ég held að þetta þarf að vera hagkerfi í gangi og mér er bara mjög eðlilegt að hestar séu seldir og allir að lifa á þessu sem geta, en yfirleitt borgar flestir með einan nánast allir. Nei, ég held ekki. Já, þetta er nú góð spurning og mikið þetta rífast hana. En ég held allavega sem komið séu við ekkert að selja endilega of mikið úr landið. En við mögum satt alveg passa að nota hestana áður en þeir fara ef við sjáum að það er eitthvað í þeim. En þessi hestar sem nú er að fara, sem er nú verið að tala mikið þeir eiga náttúrulega skilja eftir sér svaka flota af afkvæmi samt sem áður. Það er búið að nota á gríðarlega, bæði með náttúrulega það er búið að sæða mikið við þeim og að vera haldundi þá. Þannig þetta eru stórir árgangar. Þannig við ættum að eiga eitthvað eftir. Nei, ég held ekki. Það held ég alls ekki. Við hefum svo mikið fyrir góðum hestum. Ágæta aðeins að selja inn á milli. Góða hesta líka. Nei, við höfum að vera eins og Gunnar Bjarnason sagði, við höfum að vera höfðingjar að gefa. Það er ekki einfalt svar við þessari spurningu. Eflaust myndu margir segja já, en ég hallast að því að segja nei. Við hljótum alltaf að selja góða hesta á landi til að geta haldið áfram að rækta hesta á Íslandi. Hrossaræktendur eru að rækta hross til þess að bæta stofninn og það leiðir af því að þeir hljóta að selja eitthvað og venjulega eru það bestu gripirnir sem seljast. Þannig að ég held að við hljótum að selja góða hesta á landi alltaf. Nei, það tel ég ekki vera. Ég er alveg eindregið hlynntur frjálsumarkaði í hrossaviðskiptum og stækka kökuna og ég get engan hest nefnt sem hef farið úr landi sem að ég tel að hafi ekki verið lægi að fari og ég held að hver sala sé af hennu góða og við leiðir svo sterka ræktun hér heima að við erum með svo gott svæði að það er svo mikið raunverulega þótt að stóðhestinni séu kannski jafnvel í erlendu eignarhaldi að einhverju leyti, þá er samt vilji að hafa hér heima svo lengi sem markaður er og ég held að hreyfanleikin og krafturinn sé svo yfir máta nauðsynlegur að ég segi nei, alls ekki, seljum hiklaust áfram. Nei, ég held ekki. Það þarf að halda þessu gangandi og ég held ef hestar eru fluttir út 6, 7, 8 vetra gamlir að þá hafi unnist tækifæri til þess að halda undir og nei, ég held ekki. En ég myndi vilja halda hryssunum heima. Ég myndi segja já. Ég held við séum búin að selja töluvert mikið á síðasta ári en maður er búin að gera þetta sjálfur að selja góðan hest úr landi. Þannig að maður skilur ræktendur vel að selja til þess að fá aurinn til að reka búinn. En þetta er eitthvað sem verður en alltaf og einn sem að kemur til með að halda vonandi þessum toppkynbótahestum í landi þó er betra að þær færi ekki of fljótt eins og draupnir og kveikur til dæmis
Nei, alls ekki. Það alveg nóg eftir að góðum hestum og ég sé ekki eftir neinum sem við höfum flutt út undanfarin ár. Og við höfum alveg nóg að hestum til að nota hér. Já, ég myndi segja það. Það eftirsjá í mörgum hestum og núna undanfarið hafa allt of margir að mínum mati háttdæmdir hestar farið úr landi. Það ekki gott að mínum mati. Ég held ekki, af því að við eigum allan hennan genabanka hérna ennþá og þó að fari einn og einn að þá eru nú yfirleitt eitthvað búið að nota þessa hesta hér á landi og þeir skilja eftir sig eitthvað og svo eigum við genabankan, þannig að ég held að þetta sé ekki stórhættulegt ennþá allavega. Árið 1970 hófst á Efstatindi Breiðholts bygging langstærsta fjölbýlishúss landsins sem rúmaði ekki færri en 1000 íbúa og útsýnið var engu líkt. Við byggjum á sterkri sögu. BM Vallá.